mitt ferli í raun og veru að fara úr barnatrúarmynstrinu þar sem okkur var kennt að það rétt og þú verður ekkert fyrir svona það sem er kallað áreiti vegna þess. Frá svona 9 til 10 ára aldri, allt fram á unglingsár og fram að svona 17, 18 ára aldri. Já, því til að svara að í Biblíunni þá er talað aftur og aftur ljósið sem er Guð, ljós Guðs. Því að Guð er ljós. Sælverið, ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Já, ég minn enn á það að þessi þáttur heitir Í ljósinu og það sem maður er að velta fyrir sér með því að kalla þetta Í ljósinu, það er mikið notað þetta með ljós vegna þess að menn eru alltaf að hugsa frelsarinn Jesú Krist sem sagði ég er ljós heimsins. En hann sagði líka við lærisveinana sína þér eruð ljós heimsins. Og það er minn enn á það að það er mjög gott orð í íslensku sem heitir upplýsing, að vera upplýstur. Og þegar menn eru upplýstir þá hafa þið fengið einhverja þekkingu, einhverja opinberun. Og það var til dæmis þegar almenningur fór á miðöldum að menntast, þá fóru menn að tala upplýsingaöld og svo framvegis. Og þegar við tökum Biblíuna og erum að tala í þessu ljósi ritninguna, þá er þrá okkar svo alltaf stöðugt að öðlast meiri opinberun, meiri upplýsingu, vera upplýstari og ég þrái það að verða upplýstar orð Guðs og það dugar ekki bara að lesa það, heldur þarf maður að hugleiða það og velta fyrir sér einu ritningarstað jafnvel í Nýja testamentinu og bera hann saman við annan í Gamla testamentinu og svo framvegis til þess að fá betri skilning á orði Guðs því að sumt er talað í líkingamáli og það er svo einkennilegt að Guð skuli leggja fyrir okkur alltaf því þrautir stundum í því að skilja hvert er samhengið í hlutunum í orði Guðs. Og ef við flettum nú upp á upphafi Biblíunnar og við köllum það upphaf Biblíunnar, fyrstu Mósebók eða á erlendu tungumálum er notað orðið Genesis eða upphafi sem þýðir upphafið í upphafi og þá byrjar fyrsta setning ritningarinnar svona og segir í upphafi skapaði Guð himinn og jörð og jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúfði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum og Guð sagði verði ljós. Enn kemur orðið ljós þarna, verði ljós. Og en hugsaðum Jesú, en þetta var líka í sköpun, henni náttúrulegu sköpun, þannig að við beinum sjónum okkar að sólinni og þarna bak við mig þá er táknmynd það að sólin er að rísa upp og ljósið er að koma fram og enn og aftur þá kalla ég þáttinn í ljósinu. En já, við höfum flest okkar og kannski allir Íslendingar sem eru bara rétt komnir á skólaaldur, við höfum heyrt Adam og Evu í sköpun Guðs og við höfum síðan heyrt syndafallið og við höfum heyrt aldingarðinn Eden, þar sem að Guð setti niður manninn og við höfum heyrt tvö tré sem voru sérstök í garðinu, það voru mörg tré en það voru tvö sem voru alveg sérstök og Guð, eins og ég sagði áðan, Guð byrjaði á því að tala. Hann talaði út sköpunina, hann sagði verði ljós. Guð talaði og það varð.
En það nú þannig, eins og ég var að segja, að við erum okkur skortur oft upplýsingu á orguðs og skilning á því hvað raun og veru verið að segja. Það ekki vænt að lesa textan. Og til dæmis, í Aldingarðunum, í syndafallið, þá í kirkjuhefðinni, það kemur mjög fljótlega fram í kaþólsku kirkjunni, í myndum, í kirkjum og öðru slíku, að syndafallið eins og hafi snúist að taka epli af tré og býta í þetta epli. Og það ekki bara í kirkjuhefðinni, heldur fer þetta inn í ævintýrin og út allt, þetta með eplið sem bitið var í og það sé ávöxturinn, hinn forboðni ávöxtur af öðru trénu sem var kallað skilningstré góðs og ills. En hérna meiri segja í ævintýrunum eins og í Mjallhvít, hvað var það sem var þess að Mjallhvít féll í djúpan svefn áratugum saman, kannski 100 ár. Hvað olli því? Jú, hún beit í epli. Og það raun og veru svona, það sem ég finnst nú svona, þetta skoplega við þetta allt saman, að núna í þessum tölvuheimi okkar, þá er ein tegund af tölvum sem kallaði Apple tölvur. Og ef þú átt líka tölvu, þá ertu kannski í hættu því að vegna þess að með því að nota Apple tölvuna þá ert þú að býta í epli og þú sér framan á tölvunni það er þar epli og hefur búið að býta í það. En við skulum ekki óttast svona epli og líka eplin eru þannig að okkur finnst gott að borða epli og ef þetta væri svona hættulegt að borða epli þá myndi ég aldrei borða epli ef þetta væri allt saman rétt túlkun á orðu Guðs og á ritningunni með eplið í Aldingarðunum. En við skulum ekki hafa áhyggjur á eplunum. Ég minnist þessum barna að mér fannst jólin vera að koma því ég fann eplalyktina sem voru delicious eplunum sem maður fékk frá Silóvalda. En lítum aðeins á þetta með sköpum Guðs og Aldingarðinn og allt þetta. Að Guð, hann byrjaði á að skapa og hann fór að skapa jurtir og skapaði jurtirnar og síðan dýrin og svo framvegis og hann skapar allt áður heldur en hann kórónar sköpunu sína með því að skapa mannin. Maðurinn kemur síðast. Hann byrjar á einhverjum smá dýrum og það verður alltaf flóknari og fullkomnari og menn hafa stundum talið þetta væri þróun sem hefði gerst að sjálfu sér, auðvitað ekki. En þetta virkar eins og þróun því að jafnvel þegar menn eru komnir upp í apa og svo eru apinn alltaf líkar og líkar í manni og svo kemur maður loksins kórun sköpunarinnar. Og sumir halda því ennþá fram að þetta hafi haft átt sér stað sjálfum sér og þetta hafi verið þróun. En það var alls ekki þróun heldur, var þetta bara, skaparinn sjálfur, hann skapar í þessari röð. Og það segir hérna hann hafi skapað og síðan skapaði hann dýrin og allt það. En þegar að hann er að skapa dýr og jurtir og annað, þá skipti það gífurlega miklu máli hjá Guði að þetta væru og hann segir til dæmis í 11. versunni í 1. kaflanum: Láti jörðin af sér spretta græn grös, sáðjurtir og aldintré sem hvert beri ávöxt eftir sinni tegund með sæði í. Þetta með sæði, þetta virðist vera mjög mikilvægt. Vegna þess að nú í dag þá eru menn farnir að blanda saman tegundum. Og það er ekki það sem virðist vera Guðs vilji. Og þegar hann talar á sínu tíma til mannsins, þá segir hann sjá, ég gefi þér alls konar sáðberandi, takk eftir, sáðberandi með sæði sem geta frjókast, sáðberandi jurtir í allri jörðin, alls konar tré sem bera ávöxt með sæði í, það sé ykkur til fæðu. Og menn segja, hvaða atriði er nú þetta? Skiptir þetta eitthvað máli? Já, þetta skiptir máli.
Þetta skiptir verulegu máli. Og það ætla ég að reyna að koma að hérna eftir sem tími venst til. En síðan plantar drottin aldingarðinn Adam og alls konar tré, allt sjálfberandi tré, það geti því. En þar að auki eru sérstök 2 tré sem annað kallað lífsinstré í miðjum aldingarðinum og skilningstré, góðs og ills. Og drottin bauð manninum, þegar hann hefur sett það niður í Eden, að drottin bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta af eftir vild en af skilningstrénu góðs og ills máttu ekki eta því að þann dag og þú etur af því skalt þú vissulega deyja. Það stendur nú hérna okkar þýðingu jafnskjótt, það ekki rétt þýðing, það er þann dag. Það skiptir máli þessi dagur vegna þess að meiri segja í þjóðsöngnum okkar er talað 1000 ár dagur ei meir vegna þess að fyrir drottni er 1 dagur 1000 ár hérna í sköpuninni. En svo segir drottningu sagði, eigi það gott að maðurinn sé einsamall, ég vil gjöra honum meðhjálpið hans hæfi. Það ekki þetta þessu meðhjálp. Og hvað á hann við það? Hann er búinn að skapa mann. Guð er Guð í kallkyni og síðan eignast hann eingetinn son, frelsar okkar, og hann er líka kallkyns, eða ekki? Sonur er kallkyns og faðir er kallkyns. Og þessi maður sem hann skapar, það er Adam. En hann skapar mann bara eins og hann í sinni mynd. En skapaði hann ekki mann og konu? Jú, á vissan hátt. En samt fyrst bara mann sem er eins og Guð í sinni mynd, í mynd Guðs. Og þegar að manninum, honum finnst að vera einsamall, þó segir að hann gekk með Guði, almáttugum sjálfum í aldingarðinum. Kannski birtist Guð þarna sem eins og Jesús eða í aldingarðinum og reyndar að vísa til lífsinstré, annað tré var lífsinstré, það vísa til Jesú Krist, lífsinstré. Svo Jesús var þarna. En djöfullinn var þarna líka, það var annað tré sem var kallað skilningstré góðs og ills. Þannig að voru þarna 2 persónur fyrir utan Adam og það voru Guð sjálfur í Jesú Kristi. Þó að Jesús Kristi var ekki fæddur, þá steig Guð samt niður og gekk garðinn með Adam og djöfullinn sjálfur í skilningstré góðs og ills. Og að þessum trjám, að þessum eina tré, það segja skilningstré góðs og ills, það var að segja, hann mátti ekki hafa samskipti við djöfulinn, en hann mátti hafa samskipti við Jesú Krist. Og hann mátti eta af því tré, af lífsins tré. Hann mátti eignast eilífa lífið, hafa eilíft líf í Jesú Kristi, neita af því sem Jesús hafði upp á að bjóða. Orð Guðs, það sæði sem að kemur frá Jesú Kristi. Og við getum séð til dæmis í 13. kafla Mattheusar Guðspjalla að Jesús, hann er að reyna að útskýra þetta með sæði. Hann segir til dæmis í Mattheus 13 og það segir hann sagði þessa dæmisögu, sáðmaður gekk út að sá, þá er hann sáði, það geti sæði. Guð, þetta stef sæðið, sáðberandi jurtu og sæði kemur fyrir aftur og aftur. Þá er hann sáði, fjall sumt á götuna og fuglar koma átuð upp og sumt fjall í grýtta jörð og við sjáum að sæði fellur á ýmsa staði en eitt af því en sumt fjall í góða jörð og bara ávöxt, sumt 100-faldan, sumt 60-faldan og sumt 30-faldan. Og hann segir með þessi aðra dæmisögu sagði hann þeim og líkt himnaríki og mann sáði góðu sæði í akkur sinn.
En ef menn voru í svefni kom óvinnur hans, djöfullinn auðvitað, en annars vegar Guð og hins vegar djöfullinn og sáði illgresi meðal hveitisins, hins góða sæðis. Sem sagt þetta, við sjáum þetta í ritningunni aftur og aftur. En hér segir sko að meðhjálp við hans hæfi, það er auðvitað Eva sem er hérna í huga Guðs vegna þess að hann segir en meðhjálpið fyrir mannin fann hann enga við sitt hæfi og þá segir Guð hérna þá lét drottningu fastan svefn falla á mannin og hann var sofnaður tók hann eitt af rifjum hans og fyllti aftur með holdi og drottningu myndaði konu af rifinu hann hafi tekið úr manninum og leiddi hana til mannsins. Hún er meðhjálp. Og þannig hefur þetta átt að vera alla tíð og á að vera enn, að konan er meðhjálp með manninum. En hún kemur út úr manninum. Það fellur á hann fastan svefn og það er eins og hún eins og hann degi. Og út úr Adam kemur eiginlega brúður hans. Tökum eftir líkinguna með Jesú Kristi að Jesús deyr. Það að Jesús deyr og rís upp aftur, lifandi, að það með því fæðir hann fram brúði sína. Og hver er brúður í Jesú Krist? Það er hinn lifandi kirkja í Jesú Krist. Það er brúður í Jesú Krist. Jesús, hinn annar Adam á brúði og hinn fyrir Adam á brúði líka sem er Eva. En það segir hérna að hún skal karlinja eða kvenmaður kallast af því að hún er af karlmanni tekin. Hún er kallað maður líka eins og karlmaðurinn, hún kvenmaður. Þess vegna yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr við eiginkonu sína og svo að þau verði eitt hold eins og þeir voru áður heldur en að Eva er tekin út úr þannig að raun og veru hið eðlilega fyrir hvern mann og hverja konu að sameinast. Maður og kona sameinist í einn mann. Það er hinn rétta líking við Guð. Hluti af Guði er sjálfsögðu konan og eiginleikum Guðs. En svo segir hérna í þriðja kaflanum að höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar sem drottinn Guð hafði gjört. Þessi höggormur, þetta er strax, já það eru slöngur það ekki. Nei, þarna er það örugglega ekki slanga vegna þess að síðar hérna í þessum kafla og í þessari lesningu kemur í ljós að höggormurinn er breytt í slöngu. Í skriðkvikindi sem etur mold eins og segir í textanum. Hvað var höggormurinn? Og okkur er hann slægari heldur en öll önnur dýr merkurinnar. Höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar sem drottinn Guð hafði gjört og hann mælti við konuna. Hann talaði ekki við Adam, hann talaði við konuna. Já, höggormurinn. Ég trúi því ég talaði áðan þróun kenninguna og sagði að þróunarkenningi væri ekki rétt, en það væri þó rétt í þróunarkenningunni að Guð hefði skapað eina lífurinn að fætur annari og það eru fullkomnar og fullkomnar og fullkomnar og það var konið upp í apa. Það var konið upp í apa og endaði í kórun og sköpunina með því að skapa mann. Og já, ég trúi því að það hafi verið vera sem var fullkomnari heldur en apar, en ekki eins fullkomin og maður. Það hafi verið höggormurinn, því hann talaði líka eins og maður. Og menn eru enn hérna, þeir sem trúa á þróunarkenningunni, alltaf að leita þessum týnda lekk sem vantar á milli apa og manns. Þeir finna hann ekki vegna þess að Guð breytti því í slöngu. Hann breytti höggorminum, sem var ekki skriðkvikindi. Hann breytti því það vegna þess að
djöfullinn hafði sest í, eða hann var þarna í aldingarðunum eiginlega lífsins tré, þessi skepna sem við erum að tala höggormurinn, en sem var næstum eins og maður. Og svo segir hérna þessi höggormur, hann mælti við konuna, er það satt að Guð hafi sagt þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarðunum? Auðvitað var hérna, þannig lýgur oft djöfullinn, hann með hálfsannleika. Guð hafi sagt að það mætti ekki eta af skilningstré góðs og ills, og núna er ég búinn að kalla djöfullinn sjálfan, eða sem var þarna í höggormunum sem líktist manni, kalla þessa skepnu skilningstré góðs og ills. Við köllum Jesú lífsins tré, en þetta var skilningstré góðs og ills. Þá sagði konan við höggorminn, þegar hann búinn að bæta við og brengla því sem Guð sagði, er það satt að Guð hafi sagt þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarðunum, en það var bara af skilningstrénu góðs og ills. Þá sagði konan við höggorminn að af ávöxtum trján aldingarðunum megum við eta, en á ávöxtu tré sem stendur í miðjum aldingarðunum, það er að segja skilningstré góðs og ills, af honum sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta hann, ella muni þið deyja. Snerta, það lýgur eta Eva líka, hún bætir við. Kannski hafði hún löngun til þess að snerta þessa veru sem var líktist manni og var kannski leit mjög vel út. Þessi vera sem var höggormurinn, sem var eiginlega kannski bara fallegri heldur en Adam, leit betur út en Adam, ef til vill. Þá sagði höggormurinn, þessi skepna, við konuna, vissilega munið þið ekki deyja, enn en lýin frá djöflunum, sem er í þessari skepnu, en Guð veit að jafnskjótt og þið etið á honum, munið þið augu ykkar uppljúkast og þið munið verða eins og Guð. Þið munið skilja svo margt og vita skyn góðs og ills. En konan sá að tréð var gott að eta af, takkið eftir þetta orðuna eta, tréð var gott að eta af, ekki epli sko, fagurt á að líta og girnilegt í fróðleik, þetta girnilegt sko, við notum það líka að maður girnist konu og kona girnist mann og svo framvegis til fróðleiks. Þá tók hún á áherslu þess og át og hún gaf einni manni sínum sem með henni var og hann át. En það er þannig sko, það er svolítið óhuggulegt að lesa, ég segi óhuggulegt, en ef maður setur það í þetta samhengi, að í orðskviðunum, í 30. kafla orðskviðana, segir í 20. versin, þannig er atferli hórkonunnar. Getur verið að ég sé að kalla Evu bara strax sko hórkonu. Girnust djöfulinn frekar heldur en Adam. Þannig er atferli hórkonunnar, hún neytir og þurrkar sér í munnin og segir, ég hef ekkert rangt gjört. Hvaða munnur er það sem að hórkonan strýkur sér Gæti það verið kynfærin. Þannig er atferli hórkonunnar, hún neytir, það sé etur. Hún etur. Þurrkar sér munnin, hvaða munn? Kynfærin. Og segir, ég hef ekkert rangt gjört. Og við skulum halda áfram með Evu og Adam. Þá lukust upp augu þeirra, beggja, og þau urðu þess vör að þau voru nakin. Ég meina, áður hafði verið sagt það og þau voru nakin, maðurinn og konan, en blygðuðu sín ekki. Fyrir heldur en djöfullinn kemur til. En nú þá lukust upp augu þeirra beggja og þau urðu þess vör að þau voru nakin og þau festu saman fíkjublöð og gjörðu sér mittiskýlur. En við vitum hvað gerist, drottinn hann er á ferðinni eins og venjulega, við skulum bara lesa, en þau heyrðu að drottinn Guð sem var á gangi í aldingarðunum í kveldsvalanum, þá reyndi maðurinn
maðurinn og konan hans, það er að segja Adam og Eva, að fela sig fyrir drottni Guði millum trjánna í aldingarðinum. Drottinn Guð kallaði manninn og sagði við hann, hvar ertu? Og hann svaraði, ég heyrði til þín í aldingarðinum og hann var hræddur því að óttaðist Guð. Og ekki með þessum kærleiksríka virðingu heldur núna var hann bara hræddur, bara bókstaflega hræddur af því að ég er nakinn og ég faldi mig. En hann mælti, eða Guð mælti, hver hefur sagt þér, Adam, að þú væri nakinn? Hefur þú etið af trénu sem ég bannaði þér að eta af? Þá svaraði maðurinn, svona á maður nú ekki að haga sér sko, að kenna konunu sinni sko, maðurinn, eiginmaðurinn er alltaf ábyrgur fyrir öllu, fyrir heimili sínu, konunu sínu og öllu. Þá sagði maðurinn, konan sem þú gafst mér til sambúðar, hún gaf mér að eta og ég át. Þá sagði drottinn Guð við konuna, hvað hefur þú gjört? Og konan svaraði, höggormurinn tældi mig, þetta orð að tæla, það er einmitt orð sem við notum gjarnan í íslensku yfir og alveg rétt þýtt hér, það að fífla einhvern, meðal hans konu. Höggormurinn tældi mig, svo ég át. Þá sagði drottinn Guð við höggorminn, af því að þú gjörðir þetta, skalt þú vera bölvaður. Og meðal alls fénaðarins og allra dýra merkurinnar. Og þetta fénaðarins, að það er í raun og veru spendýr sem hann er að tala um. En hér er það þýtt í íslensku þýðingu sem fénaður. Og allra dýra merkurinnar á kviðinu skaltu skríða og mold eta alla þína lífsdaga. Hann breytir honum í slöngu hér. Og fjandskap vil ég setja milli þín og konunar, milli þín sæðis og hennar sæðis. En sjáum við hér, þegar hann segir konunar hér, þá er þetta miklu dýpra heldur en bara Eva. Það er bara konan með stórum staf. Fjandskap vil ég setja milli þín og konunar. Það er ekki eftir að þegar við höldum áfram inn í Biblíun og inn í Nýja testamentið, að þá er einn maður sem er maðurinn og það er Jesús Kristur. Og það er ein kona sem er konan. Hvaða konu er það? Við höfum fyrir Adam og hinn síðari Adam, við höfum fyrir Evu, höfum við einhverja síðari Evu? Já, við getum sagt það. Einhver kona sem er á við Jesús Krist? Nei, maðurinn verður aldrei, eða konan verður aldrei, en hún er bara hluti af manninum, eða ekki? Hún verður ekki á við mannin, hinn síðari Adam með það. En hún getur bara orðið hluti af honum, eða ekki? Og þau orðið eitt sem einn maður. En hver er konan með stórum staf? Eins og sé bara ein kona. Og sæði konu hafa ekki sæði eða ekki, þau hafa egg eða ekki. Jú, það er ein kona sem er alveg sérstök. Og það er María. Hvað er María? María megi þetta. Einhvað að líta þess á þessa stórkostlegu konu Maríu megi, sem við getum kallað konuna. Og ef við lítum hérna í Lúkasar guðspjall og upphafið af því að þá kemur Guð, eða heldur það kemur engill, en auðvitað hann kemur frá hásæti Guð, það er sama sem að Guð komi og tali til Maríu. Og hann segir hérna, óttast þú eigi María, því að þú hefur fundið náð hjá Guði, þú mun þunguð verða og son ala, og þú skalt láta hann heita Jesú. Hann mun verða kallaður sonur hins hæsta, engillinn sonur Guðs, drottinn Guð, mun gefa honum hásæti Davíðs föður hans og hann mun ríkja yfir ætt Jakobs að eilífu og á ríki hans mun engin endir verða. Þá sagði María, engillinn, hvernig má þetta verða þar að ég hef ekki karlmanns kennt? Og engillinn sagði við hana, heilagur andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskikja þig. Og fyrir því mun barnið verða kallað heilagur,
heilagt, sonur Guðs. Og sko ég er alveg viss um það að Guð, þegar hann skapar og þegar hann breiðir út orð sitt, þá talar hann. Og Guð talaði og það var, sagði ég hér í upphafi, sköpunina. Og af því að Adam var í líkingu Guðs, hvernig hefði samskipti Adams og Evu átti að vera sexuelt eða kynferðislegt? Nei. Adam átti að tala til Evu og hún átti að taka við því og orðið hans og verða þunguð af því. Ekki sexuelt. Því að maðurinn var skapaður í mynd Guðs sem Guð af Guði í raun og veru, áður en syndafallið átti sér stað. En lítum aðeins á að engillinn segir, eða Guð í gegnum engillinn segir, að Elísabet frændkona þín er einnig orðin þunguð, takkið orðið þunguð. Þetta er mikilvægt núna, og einmitt núna þegar alþingismenn að tala fóstrin og fóstrauðingarnar. Hún er orðin þunguð að syni, í elli sinni. Þetta er 7. mánuður hennar sem kölluð var óbyrja, en Guði er engin hlutur megn. Og þá sagði María, sjá, ég er andbátt drottins, verði mér eftir orðum þínum, eftir orðum Guðs, verði ég þunguð, ófrísk, af því að þú hefur talað. Svona hefði samskipti Adams og Evu átt að vera, það ekki. Þess vegna kalla ég þessa konu, það ekki, konuna. Og hvað skildi Biblían hérna í 1. Mósebók vera að tala um? Og fjandskap vil ég setja milli þín, djöfull og höggormur, og konunar. Það er konan. Og konunar milli þín sæðis og hennar sæðis. Hvað er hennar sæði? Það er Jesús Kristur sem er talaður inn í líf hennar af Guði. Það skal merja höfuð þitt og þú skal merja hæl þess. En við konuna sagði hann, það er að segja Evu, mikla mun ég gjöra þjáningu þína þú verður barnshafandi, og með þraut skalt þú börn fæða, og þó hafa löngun til manns þíns, það er að segja kynferðislega löngun, meðal annars, en hann skal drottni yfir þér. Þetta gildir enn í dag, að maðurinn drottnar yfir konunni. En mér langar til þess að benda það sem að Páll tala til Tímóþeusar konuna. Hann segir svo í öðrum kafla Tímóteusar, hann segir svo, konan á að læra í kyrrð, í allri undirgefni, ekki leyfi ég konu að kenna, hún getur ekki verið prestur eða kennt Guðs orð. Nei, ekki konur. Heldur kallmenn sem eiga að kenna Guðs orð. Hvers vegna þess að Eva fór algjörlega út úr myndinni með Guðs orð, það ekki? Hún ruglaði það sem Guð sagði og lét djöfulinn rugla sig. Ekki leyfi ég konu að kenna eða taka sér vald yfir manninum, heldur á hún að vera kyrrlát. Fyrst maðurinn, eða því að Adam var fyrstmyndaður og síðan Eva, Adam lét ekki tælast, fíblast, heldur lét konan tælast og gjörðist brotleg, en hún mun hólpin verða sakir barnsburðarins, ef hún stendur stöðug í trú, kærleika og helgun samfara hóvart. Vegna barnsburðarins mun hún hólpin verða. Nú dytti einhverjum hefur að segja, já, er ekki allar konur sem að láta eyða fóstrum, það ekki glataðar? Er það ekki glötun sem fylgir því að eyða fóstri sínu? Þú átt að bera barn. Þú verður hólpin vegna þess að þú berð barn undir belti.
konan á að líkjast Guði hvað þetta varðar. Bera barn undir belti, móðurkviði í 9 mánuði. Það er nefnilega þannig að við sem að hvílum í Drottni höfum tekið Jesú orðunum þegar hann segir komið til mín allir þér sem erfið og þungar eru hlaðnir og ég mun veita yður hvíld. Og svo komum við. Hann segir mín byrði er létt. Hvaða byrði er það? Það er þú sem hann ber. Þannig líkist konan Guði þegar hún ber barn undir belti. Hvorki meira né minna. Og ritningi segir að sakir barnsburðarins, ef hún stendur stöðug, hún gengur með þennan þunga sem barnið er, þessa byrði, í trú, kærleika og helgun, samfara hóvarð. Sem sagt reynir ekki að taka völdin af til dæmis eiginmanni sínum eða karlmönnunum sem eru til þess kallaðir að stjórna í heiminum. Og segja, en hvað með all mannréttindi og kvenréttindi? Sko, Biblían hún talar ekki um rétt mannsins, hvorki rétt kvenna eða karla. Heldur það er réttur Guð sem gildir. Það er Guð sem hefur réttin. Og rétt til hvers hefur Guð? Að gera það sem honum sýnist og segja það sem honum sýnist og setja boð eins og honum sýnist. Og hvað með okkur þá? Hvað með mig? Þú átt bara að hlýða Guði. Á ég þá ekki ráða neinu? Það er einu sem þú getur ráðið. Þú getur tekið á móti sæðinu frá Guði eða sæðinu frá djöflinum. Þú getur valið hvers konar jörð þú ert. Það er það eina sem þú getur. Það stendur í Jóhannesar guðspjalli í 1. kaflanum að öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt, nei, það vittu stýðing, gaf hann kraft til þess að verða Guðs synir. Já, bara synir. Já, bara synir. Ekki dætur? Nei, ekki dætur. Hvað er ég að segja? Vegna þess að hér er hvorki karl eða kona þegar uppi staðið. Við erum öll synir í Guði. Maðurinn og konan eru eitt og þau verða synir og þau hljóta sonar arf og sonar rétt. Það er réttur í Guðs ríki. En það er allt það sem Guð gefur, eins og réttlæti sem hann gefur. Og ég langar til þess að fyrst að ég var að tala þetta, mismun og konu og karli, það langar mig til þess að fara aðeins í Jesaja bókina. Og það er spádómsbók Jesaja. Það er nefnilega í 3. kaflanum. Það er verið að tala bölvunina sem komin er yfir Ísrael. Og aftur komið þetta bölvun yfir Ísrael af því að þeir hlýddu ekki Guði. Og það er sama upp á tennunni hjá okkur. Til dæmis eru alþingismenn og það mótmælir engin alþingismaður. Það er að tala að auðvelda fóstureyðingar. Þeir segja þetta ekki fóstureyðingar, þeir segja þungunarrof. Þess að reyna að slá ryki í augun af fólki að það sé verið að deyða börn sem konur eigi að ganga með. Auðvitað eiga konurnar að ganga með sem eru orðnar þungaðar, ganga með börn sín. Og það að þau geri það, og ég er búinn að segja nú þegar að vegna barnsburðarins verður hver kona hólpin. Ef hún er hólæt
og fylgir Guðs orði, heiðrar manninn sinn og Guð auðvitað. En mér langar til að hérna úr Jesaja 3. kaflanum, að það sem illa var komið fyrir þjóðinni, og þá gríp hérna niður í 11. versi í 3. kaflanum að vegi hinum óguðlega, honum mun illa vegna því að honum mun goldið verða eftir tilgjörðum hans. Og svo stendur hérna, harðstjóðri þjóðar minnar drengur og konur drottna yfir henni. Þjóð minn, leiðtogar þínir, meðal annars konurnar það ekki, leiða þig afleiðis og villa fyrir þér veginn. Konur eiga ekki stjórna, ekki vera forsetar, ekki vera biskupar, ekki vera prestar, eins og í kaþólsku kirkjunni réttilega. Og síðan hérna langar mig til þess að vegna þess að þegar að Móselögin er í gangi og Guð að segja, að leggja Móse línurnar, þá segir hann í 30. kafla 4. Mósebókar, ef kona gjörir drottni heit og leggur á sig bindindi meðan hún er í æsku í föðurhúsum og faðir hennar veit af heitinu eða bindindinu hún hefur á sig lagt en segir ekkert við hana, þá skulu öll heit hennar standa því að þá samþykkir hann það. Það er að segja faðir hennar. Og hvert að bindindi hún hefur á sig lagt, en ef faðir hennar bannar henni jafnskjótt sem hann fær vitneskju það, þá skulu öll hennar heit hennar ógild vera og hvert að bindindinu hún hefur á sig lagt og drottin mun fyrirgefa henni af því að faðir hennar bannaði henni það. Holdlegur faðir hennar vegna þess að maðurinn er fyrst er það faðirinn og svo er það eiginmaðurinn sem er yfir konunni. Svo kemur þetta, en giftist hún og heitkvílir á henni og óvarlegt töluð orð hún hefur bundið sig með og maður hennar heyrir það og segir ekkert við hana, þá skulu heit hennar standa og hvert að bindindi hún hefur á sig lagt. En ef maður hennar bannar henni jafnskjótt sem hann fær vitneskju þá ógildir hann heitið sem á henni hvílir og óvarkárnis orðin hún hefur bundið sig með og drottin mun fyrirgefa henni vegna þess að hann virðir húsbóndavald mannsins, eiginmannsins, þetta ekki. En maðurinn getur ekki fríað sig frá heiti við drottin. Ef ég heiti því að fylgja drottni alla ævidaga mína, þá er eins gott að ég standi við það. Ekki? Og já, ég sagði hérna áðan að það væri réttlæti sem að menn tala mikið í heiminum. Það er alls konar mannréttindasáttmálar og menn samþykkja það, jafnvel þó þessi andstöðu við Guðs orð. Það er til dæmis kynvillu og fóstureyðingar til dæmis. Það er það grófasta sem maður sér í því. En það er svolítið merkilegt með þetta með Adam og Evu og höggorminn að ef við höldum áfram að lesa í 1. Mósebók að þá sjáum við að Adam og Eva eru rekin út úr aldingarðinum Eden og þá lét drottinn Guð hann burt fara, þar segja mannin fara á aldingarðinum Eden til að yrkja jörðina sem hann var tekinn af. Og hann rak mannin burt og setti kerúbana fyrir austan Edengarð og loga hins sveipanda sverðs til að geyma vegarins að lífsins tré. Og til þess að
hann öðlaðist nú ekki eilíft líf, heldur myndi deyja á þeim degi eins og komið fram. Og dagurinn var auðvitað innan við 1000 ára eins og við sjáum og eins og við syngjum í þjóðsöngnum okkar. Svo stendur maðurinn kenndi konu sinnar Evu og hún var þunguð og hún fæddi Kain og mælti sveinbarn hef ég eignast með drottins hjálp og hún fæddi annan bróður Abel. En við sjáum að við höldum áfram að síðan þá drepur Kain Abel. Við sjáum að rauninni er Kain sonur djöfulsins eftir kynmögg og við höggorminn, Evu og höggormsins. Og Abel er sonur Guðs eða sonur Adams. Og ef mönnum bregður í brún að heyra þetta, þá langar mig til þess að við lítum aðeins í Mattheusarguðspjall. Og það er verst að við erum að vera búin í tíma því ég hef svo miklu meira að segja þetta. Að ef við lítum í Mattheusarguðspjall og 3. kaflan, ég held að það sé rétti staðurinn. Mattheusarguðspjall, já. Og það segir þegar hann sá að margir fariseiar og saddúkarar komið til skírnar, sagði hann við þá, þér nöðrukyn. Hvar fær Jóhannes á hugmynd að kalla menn nöðrukyn? Hver kendi yður að flýja komandi reiði, berið þá áherslu sambúðin iðrunni. Og ef við lítum líka í 23. kaplan og 33. vers í Mattheusarguðspjalli, sama guðspjallinu, þá segir þannig vitni þér sjálfir, segir hann við fariseiana, yður, að þér eru synir þeirrar sem myrtu spámennina. Nú skulu þér fylla mæli feðra yðar, höggormar og nöðrukyn. Hann kallar það bókstaflega bara höggormar líka og nöðrukyn. Og hvernig fáið þér umflúið helvítis dóm? Og ef við förum í Jóhannesarguðspjall, vegna þess að Jóhannesarguðspjalli er líka Jesús enn einu sinni að ræða við fræðimenn og fariseiana og þeir svöruðu honum og sagði faðir voru Abraham og Jesús segir við þá ef þér væri börn Abrahams þá myndi þér vinna verk Abrahams og hann heldur þess að einn föður eigum vér, segja þeir, Guð. En Jesús segir, ef Guð væri faðir yðar, myndi þér elska mig. Og svo segir Jesús við þá, þér eigið djöfulina föður. Þá komum við aftur að þessu sæði höggormsins og og líka nöðrukyn. Þér eigið djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu, því að hann er lygari og lyginnar faðir, eins og bara búið að koma fram í textanu hjá okkur í upphafi. En af því að ég segi þér sannleikan, trúi þér mér ekki, hver í það getur sannað á mig synd. Ég segi þér sannleikan, hví trúi þér mér ekki? Sá sem er að Guði heyrir Guðs orð, tekur við Guðs orðið það ekki. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Þér eigið djöfulina faðir og faðir er lygin eða lyginnar faðir. Og já, okkur finnst þetta hart og við höfum ekki heyrt svona boðskap. En það er þá komin tími til að við heyrum svona boðskap. Og höldum áfram að skoða Biblíuna og stúdera ritninguna til þess að skilja betur
og tökum ekki bara eins og hver kirkja fætur annari. Þegar kaþólska kirkjan setur þetta fram sem epli, þá hefur hver, jafnvel lúterska kirkjan tók við þessu, og síðan baptistar og methodistar og hvítasunnumenn, og þeir eru enn með þetta. Að það sé eins og epli sem hafi verið tekið af tré. En ef að faðir yðar lyginnar faðir, eða faðir þinn til dæmis lyginnar faðir, þá ertu bara lygi sjálfur eða sjálf. Og hvað höfum við því? Getur verið hluti af mannkinunni verið bara raunverulega lygi, ekki raunverulegt fólk. Hluti af þeim sem að trúa lyginni og trúa djöflunum, trúa því að sé lagi að fóstureyðingar sé í lagi, að kynvilla sé í lagi, og vilja ekki breyta, vilja ekki snúa sér, vilja ekki taka við sæðinu sem að lífgar, orði Guðs. Þeir lenda bara í eldstíkinu og eyðast að eilífu, samkvæmt orði Guðs. Og þeir sem eiga djöfulinn að föður, sem lyginnar faðir, þeir eru bara lygi sjálfur, ein allsherjar lygi, og tilverið þeirra lygi. Það bara einn sannleikur, og það Jesús Kristur. Hann segir ég vegurinn, sannleikurinn, lífið, og enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, nema fyrir sannleikann. Enginn. Ekki María heldur. Því að María líka hluti af Jesú Kristi af manninum. Og já, þetta með mannin, já. Það kannski svolítið merkilegt að segja hver sagði þetta. Og hver segir þetta Jesú að hann sé maðurinn? Í Jóhannesarguðspjalli 19. kafla, þá Jesús hjá Pílatusi, 19. kafla og 5. versi. Og ég ætla að lesa nokkur orð í því, að þá lét Pílatus taka Jesú og hústryggja hann, og hermennirnir fléttu kórónu úr þyrnum og settu á höfuðunum og lögðu yfir hann purpurakápu. Þeir gengu hver af öðru fyrir hann og sögðu: Sæll þú konungur gyðinga, og sló hann í andlitið. Þetta var ekki beint verið að heyra hann, heldur bara í háði. Pílatur gekk aftur út fyrir og sagði við þá: Nú leiði ég hann út til yðar svo að þér skiljið að ég finn enga sök hjá honum, hjá Jesú. Jesús kom þá út fyrir með þyrnikórónuna og purpurakápunni, og Pílatur segir við þá: Sjáið manninn, segir Pílatur. Ég trúi þegar þetta sé miklu dýpra heldur en bara einhver maður sem í haldi hjá honum. Nei, þetta bara maðurinn, hinn síðari Adam. Það svo merkilegt að Pílatus, Mark segir að Jesús sé konungur gyðinga, og svo setur hann yfir hann, Pílatus hafi ritað yfirskrift og sett hann á krossinn. Það stóð skrifað: Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga. Svo mann hugsa Pílatus, gífulega þetta merkilegt með Pílatus, jafnvel þó að hann taki hana lífi, sem rómverskur höfðingi, landstjóri, að þá á hann samtal mjög merkilegt líka við Jesú, og hann segir til dæmis við hann: Þú ert á konungur. Og Jesú svaraði Pílatus: Já, rétt segir þú, ég konungur. Til þess ég fæddur og til þess ég komin í heiminn, að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem af sannleikanum heyrir mína rödd. Þú heyrir rödd Jesú Krist ef að þú ert af þessu rétta sæði. Ef að þú ert góð jörð og Jesús hefur sáð í þig orði sínu með því að tala það. Það ekkert sexuelt við það. Og Pílatus spyr: Hvað sannleikur? Núna á okkar tímum að þá eru fréttastofur og allt líkt, það
að koma með svona feik sannleika eða fréttir. Og tæknimanni segir mér, ég verð að fara að hætta þessu. Mér langar að hnykkja aðeins samt á þessu að maðurinn, Jesús, hann hinn síðari Adam eins og hann ímynd Guðs, sköpun Guðs, eins og Adam var fyrir syndafallið. Og konan, María, hún kemur fram eins og Eva átt að gera. Verði mér eftir orðum þínum. Verði ég þunguð af orðum þínum. Og allar konur hafa tækifæri til þess að eignast lífið. Allar konur. Eignast lífið ef þær eru ganga fram í hóvarð, eins og segir, ég ætla að lesa þetta aftur. En konan á að læra í kyrrþey í allri undirgefni, ekki leyfi ég konu að kenna eða taka sér valdi við manninum, heldur á hún að vera kyrrlát því að Adam var fyrst myndaður síðan Eva. Adam lét ekki tælast, hann lét ekki tælast. Hann var ekki blekktur á djöflunum, heldur hann elskaði Evu því að hún sá það að Eva var glötuð. Þá vildi hann glatast með henni. Hvílík ást á einni konu. Elskar þú konuna þína svona líka? Þetta er tilbúin að deyja fyrir konuna þína. Heldur lét konan tælast og gjörðist brotleg, en hún mun hólpin verða sakir barnsburðarins. Að ganga með barn, að bera barn undir belti, beri hvers annars byrðar, segir, það var reynda fermingaversi mitt þegar ég femdist, beri hvers annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Þetta er í 7. kafla Galatabréfsins. Og það segja, en hún mun hólpin verða sakir barnsburðarins ef hún stendur stöðug í trú, kærleika og helgun samfara hóvarð. Amen, ég verð að hætta. En Guð verið með ykkur og Jesús frelsar okkar og orð hans og hlýðum orði Guðs og leitumst eftir að fá skilning á því í Jesú nafni. Guð blessi þig.